Komiði sæl og verið velkomin í klefann. Markmiðið að finna leiðir til að bæta árangur. Reykjavíkurmaraþon Íslandsbanka 23. ágúst, svo það styttist aldeilis í það, en hlauparar á öllum getustigum eru að undirbúa sig og safna. Hægt að hlaupa 10 km, hálfmaraþon og maraþon og skemmtiskokki að sjálfsögðu. Mér skilst reyndar að sé alveg að verða uppselt í hálft og heilt, svo að ef þú ert eftir að skráði þá myndi ég hreinlega gera það bara strax í dag. Og þá hvet ég að sjálfsögðu til að hlaupa til góðs og safna fyrir eitthvað málefni sem stendur þér nálægt, eða allavega að styrkja aðra hlaupara. Ég svolítið svona fyrir það að styrkja ungu krakkana sem að reyna að ná markmiðunum sínum. Ég myndi alltaf byrja þar. En það gott að huga ýmsu fyrir svona hlaup og sérstaklega ef við viljum hámarka árangur okkar og líða vel á meðan hlaupinu stendur. Og í dag snillingurinn og næringafræðingurinn Elísa Viðarsdóttir sest hjá mér, en hún hefur verið hjá okkur áður og rætt næring og íþróttafólk sem að ég klárlega hvet ykkur til að hlusta. En í Reykjavíkurmaraþoninu taka þátt nýir sem og reyndir hlauparar, svo við ætlum aðeins að fá Elísu til að gefa okkur ráð svona í aðdraganda hlaupsins og fyrir hlaupadaginn. En þessi þáttur að sjálfsögðu í boði IBR sem heldur hlaupið og Íslandsbanka sem aðal styrktaraðili hlaupsins. Verður velkomin, Elísa. Takk fyrir. Sko, nú ert þú náttúrulega á fullu og miður tímabilið, þannig að mér finnst ólíklegt að þú sérst að fara að hlaupa eða hvað? Já, því miður, en fyrir mér þessi dagur alltaf eitthvað svo einstakur. Maður finnur einhvern veginn bara kraftinn og svona máttinn sem að bara hlauparar búa yfir og allir þeir sem að standa á hliðinu líka. Þetta bara eitthvað sameiningartákn og við erum öll að hlaupa fyrir eitthvað sem að snertir okkur innst inni og það gerir þetta bara eitthvað svo einstakt og fallegt. En vonandi á einhverjum tímúti mun ég fá að taka þátt í þessum degi sem hlaupari. Já, en skemmti sko ekki. Nú þú, hvað, ertu með, þú ert með 2 núna. Já, ég er með 2 núna. Ólétt síðast hérna. Kastólit síðast, komið 2 núna og eina 7 ára sem að hefur mikinn áhuga á íþróttum og finnst gaman að hreyfa sig og það aldrei að vita nema maður bara takið þátt í skemmtiskokkinu. Já, ég hvet ykkur í það. Það alls konar þrautir og svona mjög skemmtilegt á leiðinni. En hefur einhvern tíma farið áður? Ég hef aldrei hlaupið því miður en ég hef verið svo lánsum að fá að fylgja móður minni sem er að verða 70 og hleypur enn. Og þegar við vorum ung þá tók hún alltaf þátt og við stóðum á hliðarlínu og fengum að hvetja hana til dáða og það líka bara það að fá að vera allavega á hliðarlínu og taka móti einhverju sem að þykir vænt það alveg partur af því að fá að taka þátt. Ekki spurning. Já, mér finnst sko, maður mjög gaman að hlaupa. Ég bara hlaupi 10 km og bara stemningin og leiðinni og maður bara einhvern veginn að gefa fólki high five og svo ég verð alltaf ógeðslega klökk þennan dag, maður sér böllaup í bólum eitthvað svona fyrir frænda minn og eitthvað svona þannig að maður veit alveg bara fólk bara þvílíkt að hlaupa með tilfinningarnar alveg utan á sér en nú ágúst komin þannig að það hlaupamánuðurinn komin og ég vildi fá þig bara svona til þess að ræða svona kannski svona einhver ráð fyrir hlaupara og ég ætla svo sem að gefa mig það að þessi reyndustu hlauparar þeir séu nú með sitt á hreinu þannig að við kannski fókusum aðeins á nýliða og lengra komna. Já, bara ekki spurning. En svona hvað á maður að gera í raun og veru núna í byrjun mánaðarins til þess að undirbúa sig fyrir hlaupið? Það náttúrulega margt hægt að gera og nýlegar sem lengar komnir eins og segir, það eru svona sennilega þessir lengst komnir með einhvers konar hlaupa næringarplan sem gríðarlega mikilvægt og getur slegið á tímana ef maður í slíkum pælingum. Já. En svo bara fullt af fólki sem að taka þátt og til að líða vel og til að taka þátt í deginum en þetta fólk getur engu síður líka verið og fyrirbyggt og kannski skorið eitthvað örlítið á tímana sína eða bara farið inn til að líða vel. Og þá bara góð tími núna að fara að byrja að huga næringunni, fara aðeins að æfa næringu á hlaupum en ef maður ekki með búin að undirbúa sig neitt þá kannski bara góð leið að byrja á þessar daglegu næringu bara hvernig næringar venjurnar, hversu oft ég að borða yfir daginn, hvað ég að borða, þessi samsending máltíða sem skiptir svo miklu máli og þá þetta bara svona
þetta sem við reynum að tala fyrir bara fjölbreytt næring, reyna að næra sig reglu yfir daginn, þá erum við að tala morgumat, hádegismat, kvöldmat og kannski 1-2 millimál fyrir hans eftir álagi hjá hverjum einum. Svo þetta vökvin, drekka reglu yfir daginn, 2 lítra pluss mínus yfir á dag sem sagt, fyrir aðeins eftir akkurat hreyfingu, hversu mikið er ég að svitna og annars líkt. Þannig að í raun og veru ekkert flókið. Næring áheldur ekki að vera flókin, saman hvort sé hlaupari eða ekki. Þannig að maður þarf svolítið að finna sína rútinu í því. En sko, nú hlaupi til dæmis, það klukkan 9 morgunin. Að ætti fólk kannski að vera að reyna að taka, þú veist, morgunhlaup og æfa sig að borða fyrir það eða... Já, ekki spurning. Við þurfum alltaf að klukka inn einhverja næringu áður við leggjum að stað. Ég myndi, þú veist, ég líka rosalega glöð að í hlaupasamfélaginu það komið aðeins meiri svona vitneskju næringu á hlaupum, næringu fyrir hlaup, eitthvað sem við köllum að kolvetna hlaða 2-3 dögum fyrir. Það þýðir að við erum að byggja þessu upp kolvetnin inn í líkamann, þannig að við séum ekki að leggja stað bara á núllpunkti. Þannig að það svona ýmislegt svona farið að verða, finnst mér heitara í umræðinu dag. Fyrir einhverju síðan var svolítið verið að tala að hlaupa fastandi, fara í langatúruna fastandi, en mér finnst svona það sem ég allan hlusta og heyri, það finnst mér þetta aðeins verið svona, þannig að þekka niður í þessum hópi og fólk fara að tala meir að bara klukka kolvetnin. Og fyrir mér það eitthvað sem segir alveg stöngin inn, sko. Stöngin inn? Já, allar hann svona sína það bara fullaðan líkami af kolvetnum áður við leggjum að stað hlaup, bara mun alltaf skila okkur góðum árangri. En svo þurfum við líka að passa, við erum kannski ekki fara að gera eitthvað nýtt. Nei, ekki svona rétt fyrir. Ekki svona rétt fyrir, nei, en 3 vikur fyrir eins og staðin núna, þá getum við alveg fara að prófa okkur áfram og svona og svo förum við aðeins bara að grípa í það sem við erum vön eftir því sem nær dregur. Á hlaupadegi þá skulum við ekki vera að prófa nýtt, daginn fyrir hlaup sama. Þar getum við ítt aðeins kolvetnunum upp og við erum alltaf að reyna að tala þessa samsendingum allt í það, vera að fá inn prótein, vera að fá inn kolvetni, vera að fá fituna og litina inn í alla máltíði dagsins. Það svona mantra sem að ég þil oft upp, kolvetni, prótein, fita og litir. Já, fituna og litina. Já, en aðdraganda hlaups, kannski degi áður á hlaupadegi, að þá allt í lagi að minnka aðeins trefjar í máltíðum og minnka aðeins fitun í máltíðum. Ok, viltu útskýra okkur? Út af því að trefja og fita, við erum svolítið lengi að melta það. Við viljum taka inn mat sem að er auðmeltur og það eins og innfullt kolvetni með smá prótinu með líka til að segja svona, gefa dæmi. Já, einmitt. Innfullt kolvetni eru bara eins og hvítapasta, hvítabrauðið, hvítur hrísgrónin. Ekki brúnt. Við erum kannski ekki að velja hýðishrísgrónin, við erum kannski ekki að velja grófasta brauðið í búðinni eða... Það eru trefjarnar í því. Það eru trefjarnar í því sem að hægja svolítið svona á upptöku orkunar inn í vöðvan okkar. Við viljum að þessi upptaka sé hröð og hún sé eins einföld og möguleikir á. Þannig að þar kemur þá kannski inn í líka, þú veist, við erum að velja Gatorade, við erum að velja, þú veist, Powerade, við erum að velja orkugelin á hlaupum og þetta eru einföldu sykrurnar. Við erum fljót að taka þessar sykrur upp og búa til orku fyrir vöðvana til að nýta beint í hlaupið sjálft. Og það ástæði fyrir að þetta á til dæmis drykkjastöðum. Við værum kannski ekki endilega að bjóða upp á eitthvað mjög trefjaríkt þar. Þá sennilega myndi meldingi bara að fara í hnút og við fengjum magan og þá spyrjum við ekki að leikslokum. En sko, ef við erum að borða trefjar, erum við þá að hugsa að það verður bara steinn í maganum eða þarf ég bara að fara á klósettið? Það bara mismundi hvernig líkaminn okkar bregst við. Fólk sem vant í að borða mikið af trefjum og svona, það kannski dílar betur við það að taka inn trefjar, heldur en þeir sem eru kannski ekki vanir því að vera að borða mikið af trefjum og ef þeir fara svo að keyra mikið af trefjum inn á hlaupum í hreyfingu, það myndi sennilega ekki enda vel. Og það kannski svona eitt af þeim atriðum sem við erum alltaf að reyna að fyrirbyggja fyrir hlaup, það magalesen. Magalesen og einmitt orkuleysi, þannig að það svona þetta balans að reyna að næra sig vel og ég myndi alltaf mæla með því að byrja ef við erum algjörlega
höfum aldrei spáð í næringu í tengslu við hlaupáður, að byrja að huga bara að þessari almennu næringu, reglulegt máltíða mynstur, samsetning máltíða, vökvaeintaka, þetta þrennt myndi ég byrja á að vinna með og svo kannski svona eitthvað einfalt, hvað er ég að borða fyrir hlaup, það er að segja 2 tímum fyrir hlaup, 2-3 tímum fyrir hlaup, hvað er ég að setja honum í þar? Aftur, þar viljum við forðast fitu, þar viljum við forðast trefjar. Dæmi þetta gæti verið 2 ristaðar brauðsneiðar, einhverjar bara brauð sem inniheldur lítið af trefjum, jafnvel með smjör og banna. Þannig erum við komið með einföld kolvetni, við erum þau eru fljótmelt, gefa okkur góða orku, þannig að þessum 90-120 myndir fyrir hlaup. Svo fer þetta aðeins eftir, er ég að fara að taka 10 kilometra, er ég að fara að taka 21, eða er ég að fara í 42? Þá svona fara klukkutímanir svo fram að hlaupi og hvað er ég að gera í hlaupinu að skipta máli. Eftir sem ég hleyp hraðar og lengra, þá fyrir næringin að telja meira. Þá þarftu meiri kolvetni. Já, og þá þarf ég kannski að hafa aðeins meiri svona næringaplan í gegnum hlaupið mitt. Segjum að ég sé að fara 10 kilometra, þá skiptir bara miklu máli að næra sér vel að venjulegri fæðu fram að hlaupi, á hlaupadegi, ef að segjum að hlaupið fer að stað 9, að reyna að vakna þá kannski, já, ég myndi segja í kringum 7 og koma þá inn kolvetna ríkri máltíð, hvort sem að það eru 2 brauðsneiðar með banana, serjóskál, hafragraut hunangi og ávexti, gott að drekka glasa ávaxtasafa með, þá erum við aðeins að íta upp kolvetnunum líka. Já, ok, já. Reyna að fá inn einföld kolvetni í eins þægilegri mynd og við getum. Okay, þá kemur safinn sterkurinn til dæmis. Þægilegt að bara drekka kolvetnin og svo kannski hálftíma fyrir start, 8:30 að keyra í sig kannski 1 orkugel. Og ef maður er að fara 10 kilometra þá myndi ég segja að það ætti að duga okkur ef við erum vel undirbúin, þar að segja dagana fyrir að næra okkur vel og svona reglulega, keyra svolítið upp kolvetnin, keyrum svo inn í 10 kilometrana og ef það eru drykkjastöður á leiðinni sem ég veit að eru 2, er það ekki rétt hjá mér? Eiðistorg og Eiðisgranda allavega í 10. Stoppa þar eða kippa með sér 1 glasi, hvað er þetta ekki, 150-200 millilitrar Gatorade, Powerade, eitthvað slíkt, eða bara vatn, það fer eftir hvað fólk þolir. Reyna að koma onni í sig orku, ég mæla alveg með því, það er að segja taka kolvetnadrykkina ef við þolum þá. Ætti fólk að, þú veist, eins og með, ef þú ætlar að prófa að taka gel, þá ertu ekki að fara að gera það í fyrsta skipti á hlaupadag. Þú ert væntanlega að fara að prófa, því ég veit alveg þau eru misjöfn og sumur, ég veit hvað henda mér, en það hendar ekkert endilega sko, manninu mínum. Sko. Þannig að fólk þarf svolítið svona, kannski bara í aðdragandanum að prófa að segja hans áfram og finna hvað henda er og líka bara, þú veist, eins og með morgumatinn og þú veist, kannski, þú veist, því ég man alveg þegar ég var sko bara, þú veist, spretthlupari og ég var að fara að taka erfiðar æfingar að sko mjólkuvörur fóru bara alveg öfugt onni mig, þannig að þú veist, eitthvað serjóskál, það var ekki máli fyrir mig sko, en þú veist, þannig að maður þarf náttúrulega þetta bara að læra aðeins á sig og þetta þarf ekki að vera flókið sko. Alls ekki, þarf ekki að vera flókið, þú veist, æfið næringuna, byrja á því bara sem fyrst og þá helst bara svolítið í kringum æfingarnir ykkar. Hvað eru það að borða 2 tíma fyrir æfingu, hvað eru það að borða hálftíma fyrir æfingu eða setja onni ykkur hálftíma fyrir æfingu og hvað eru þið að borða eða setja onni ykkur á hlaupum. Það sem er svona helsta með gelið, það er áferðin. Ef að fólk er að taka það í fyrst skipta hlaupum, þá getur áferðin komin óvart. Annað með geli, við erum með svo rosalega sko, kolvetni versus vökvi í gelunum. Það er svo mikið af kolvetnum og sykrum í gelinu versus vökvi, þannig að við þurfum að taka smá vökva með gelinu. Þannig að maginn aftur fara ekki í kleinu, út af því að það er svo mikið hátt hlutfall af kolvetnum og lítið af vökva. Þannig að það verður vökva ójafnvægi og við gætum bara orðið dehydrate á því að taka mikið af gelum og taka engan vökva með á móti. Þannig að gel með smá vatni og byrja að æfa þetta strax í æfingunum sjálfum. Þannig að ef þið ætlið að taka gel sem er mjög góð kostur á mörgu leyti út af mikið, það eru 20-25 grömm af kolvetnum í einu geli,
sem bara rosalega fín orka á hálftíma fresti ef við erum að fara, ef við erum á löppu með meira en 60-90 mínútur, þá það frábær kostur. Já. Þannig að passa upp á gelin, þjálfa meltinguna, það rosalega mikilvægt og passa upp á að taka smá vöku á móti, það gleymist oft. Ef við þolum ekki gelin þá náttúrulega kostur að borða við þess að kolvetnadrykki, Gatorade eða Powerade eða bara einfallega ávaxtasafar Eða hlaupbangsar. Það líka góð kostur, en við erum kannski ekki að fara að taka með okkur súkkulaði eða slíkt og þá erum við komin með fitu inn í hérna sykurinn eða kolvetnin, þannig að hlaupbangsarnir, það líka góð kostur. Góð redding. Það góð redding, en enn og aftur þjálfum þetta, við verðum að þjálfa þetta og þó að við séum bara að fara að taka 10, þá mæli ég alveg með að þjálfa þetta. En eins og ég segi, ef við erum komin svo yfir í kannski 3 tíma plus, ég búin að vera að tala svolítið núna, ef við erum að taka orku í fram að 3 tímum, þá þetta kannski gel eða kolvetnadrykkur á hálftíma fresti. Já. Þannig að 20-30 grömm kolvetni á hálftíma fresti. 20-30, ok. Ef við erum komin yfir 3 tíma plus á hlaupum, þá allt í lagi að fara að íta kolvetnunum upp 60-90 grömm á klukkutíman. Ok. Sem alveg... Þá bara í lokin eða bara allan tíman? Töluvert slatti, ég myndi segja bara allan tíman. Já. Ég sé sko að það á Hátúni og einhvers staðar annars staðar Bergstaðastræti, þá einmitt ávextir líka í maraþoninu sko. Sko ég myndi ekki reiða mig á það ef ég að fara í 3 tíma plus á löpum. Þá þurfum þið bara að vera með ykkar og verið búin að undirbúa það. Það bara það versta sem gerist fyrir hlaupara að einmitt lenda á veggnum eða veggunum oft tala þetta orkuleysi, algjör endastöð. Og þá bara, það leiðilegt að vera búin að undirbúa sig undir hlaup í lengri tíma og lenda svo veggnum út að kannski næringaplani fór eitthvað á hvolf eða ég var ekki búin að undirbúa mig nóg eða ég var ekki með nóg mörg gel eða eitthvað slíkt. Þannig að og sko reyndustu hlauparar, þeir lendi í vandræðum. Algjörlega. Alveg, þú veist, út af því þú verður líka bara svolítið að læra líkamann og hlusta á þig og þess aftar sko. Þannig að já, og það fólk að hlaupa náttúrulega með svona vesti og svona eitthvað líka bara til þess að geta geimt þetta alls staðar á sér. Ekki spurning, en svona þeir sem eru bara vel undirbúnir, búin að næra sig vel, að bara góðri orkuríkri næringu, þessar næstu viku fram að hlaupi og sem sagt leggja sérstaka áherslu á kannski game day plus 2, tölum oft í fótboltanum, að byrja þá svolítið að íta kolvetnum upp á kostnað þá fitunar. Út að ég var að tala þessa samsetningu kolvetni, prótein, fita og litir 2 dögum fyrir hlaup, að þá minnka kannski hans fituna, íta kolvetnunum upp. Ef maður sér fyrir sig kannski diskamótilið oft tala að þá skiptum við diskum upp í 3,5, 3 jafnstóra hluta og þá getum við sagt minnka aðeins fituhlutan, ítt kolvetnahlutanum upp. Það svona þessir sem kartöfla eða pasta og hvítrísgrjón. Ef við sjáum þetta kannski fyrir okkur meira sjónrænt, þá tala ég oft hnefastærð, að kannski ef við erum bara að lifa venjulegan dag og við erum kannski ekki að fara í hlaup, þá tala ég oft hnefastærð af kolvetnum. Og þá værum við kannski að velja hýðisískunin, grófapastað og kartöflunar og allt þetta. Miða við hnefa af kolvetnum, hnefa af grænmeti, hvað svo sem það getur verið, gulrætur, brokkoli eða eitthvað slíkt. Og svo tala ég handabak prótein. Og það getur þá verið bara, ég meina, fiskur eða kjúklingur eða kjöt eða hvað svo sem Þetta væri bara við að lifa okkar venjulega dag og ekki á leiðinni í maraþon eða hálfmaraþon eða 10 kilometra. En þarna til að breyta leikmyndinni þarna 2 dögum fyrir hlaup, þá kannski gætum við fara að setja 2 hnefa af kolvetnum og þá breytum við kolvetnunum yfir í innfuldur hrísgrjónin eða þessi hvíta pastað og getum minnka kannski aðeins grænmetið.
Ekki bara sleppa því. ekki alveg sleppa því, allt í lagi að minnka, en á keppnisdegi, Já. kvöldmálti fyrir keppni, þá er allt í lagi að sleppa því og taka þessa 2 hnefa af kolvetnum, þá erum við komið með einföldu kolvetnin svolítið inn í leikmyndina, höldum okkur við handabaka af prótínunum, í staðin fyrir að velja kannski rjómasósu á pasta eða slíkt, veljum þá frekar tómatsósu á pasta eða þessar pastasósur, þessar rauðu sósur, þær innihalda litla sem enga fitu. Okay. Þannig að þetta er svona einföld ráð til að minnka fituna, trefjarnar, íta svolítið upp kolvetnunum. Þetta er kolvetnahleðslan. Þetta er svolítið kolvetnahleðslan. En við sjáum að við þurfum ekki að fara í einhverja öfga, fara bara í einhverja pítsu með, þú veist, ekki það sé eitthvað hræðilegt, en þú veist, pítsu með engu áleiki, sko. Heldur bara, við erum bara aðeins að tvíka til okkar venjulega matræði með þessum einföldu þáttum. Já. En hamborgari? Sko, já, þú veist, það fer bara svolítið eftir hvað við erum að setja í hamborgaran. Er ég að hrúa majónesósunum á borgaran eða er ég að, þú sleppa öðru hamborgara lokinu til að fá mér 2-falt hakk, skilur mig, eða 2-falt buff. Þú veist, það er kannski ekki leiðin. Frekar að vera bara með 2-falt skammt af brauði, sko, og minna kjötinu. Þannig að það eru svona leiðir sem að geta hjálpað. En erum við að gera þetta 2 daga fyrir eða 3 daga fyrir eða? Fer svolítið eftir bara status og lengt, hraða lengt og hvernig er ég stemdur, hvernig er ég búin að undirbúa mig. Það er rosalega gott að vera mjög heiðarlegur við sjálfa sig þegar styttist í laup og bara taka svolítið stöðutjekk, bara hei Silja, hver er staðan? Þú veist, hvernig erum við búin að næra okkur? Er ég búin að vera að klukka inn nægilega mikla orku bara í gegnum dagana eða er ég búin að vera að sleppa máltíðum eða ekki borða upp í orku þörf. Það er náttúrulega grunnurinn. Ef ég er ekki að klukka inn orku þörfina mína dag eftir dag eftir dag eftir dag, þá er erfitt að vara að slökkva elda 20 fyrir laup. Já. Það er bara þannig. Þannig við þurfum að byrja núna. Við þurfum að byrja núna og eða þú veist, ég mæli með að byrja núna, þótt þú byrjir ekki núna, þá er það samt alltaf læg. Það er samt alltaf læg, já, en þú veist, ég segi að maður er að fara að taka þátt í svona skemmtilegum degi, þú veist, ef við ekki að reyna að gera það best úr þessu, þú veist, við höfum öll eitthvað exit hérna, sko, þannig að, þú veist, og við getum alltaf byrja á okkur sjálfum, sko, og það er bara rosalega góð byrjun, en svo stýrum við kannski ekki hvernig veðrið mun verða og hvernig verður mótvindur á sæbrautinni eða ekki, sko. Nei, sem verður örugglega og þá er alveg gott að vera með auka orkubyrðir í bakpokunum okkar til að takast á við mótvindin, sko. En út af vorum að tala um að æfa gelin og það og drekka vatn með, veist, eins og bara fyrir óreinda 10 km hlaupara sem langar að líða vel og eitthvað og er, þú veist, taka kannski lengri tíma líka í þetta. Þá væri kannski bara ráðið að taka gelið rétt áður og kemur á hvað heitir þetta, drykkjustöðuna Eiðisgranda. Já, sem er ekki fyrsta, Eiðistorki kemur fyrst og kemur Eiðisgrandi hinum með haldi. Þannig að þau gæti tekið þá í raun og veru gelið kannski þá, drukkið svo einmitt vatni með því og þá eru 3 kilometrar í mark sem eru mjög langir fyrir óreinda hlaupara. Ekki spurning, já, það er einmitt rosalega góða punktur og kannski fyrir þessar hlaupar sem líka er að hlaupa hraðas eða svona frekar hratt er svolítið velja kapla í brautinni, hvenær er ég að taka gelið eða að taka orkuna, þú veist, ekki endilega taka það á erfiðasta kaplanum, þú veist, takið gelið þegar þið náu svolítið að rúlla þægilega góðu tempói, þú veist, bara til að taka, þú veist, og þetta er pínu aðtöfn, þú veist, að taka gelið, opna, þú veist, ná bara einhvern veginn að kyngja þessu öllu og svona líða vel með það. Þannig að við erum kannski ekki að taka gelið í mesta söffurinu og það er þess vegna kannski sem er rosalega gott að vera með plan. Út af því að margir eru komnir inn í vondan kafla og er byrjað að líða illa þegar þetta er huga að taka gelið. Ég veit það, maður þarf að vera undan. Já, þannig að við þurfum eiginlega að vera einskraf undan til þess að þetta ekki inn í að líða illa, skilur. Eða reyna allavega að fyrirbyggja að líða sem minnst illa, sko. Já, þess vegna er mikilvægt að æfa þetta á hlaupum. En vökvainntaka, þannig að núna allt morandi í auglýsingum af sölt og steinefni og allt þetta. Þú veist,
erum við að fara að taka svoleiðis í brúsan okkar eða þurfum við þetta, erum við að gera þetta dagana áður eða er kannski bara nóg saltamatinn aðeins meira eða? Já, einmitt, þetta gott inn umræðana sem að í gangi bara, þú veist, ég ekki á móti söltum og steinunum í brúsa, en það sem að gleymis kannski pínulítið allir í þessari umræðu og þessari flottu markasetningu að við fáum líka sölt og steinunu úr fæðinu sem við borðum. Þannig að ef við erum vel nærð, þá erum við að fá fullt af góðum steinunum og söltum og eiginlega þau bestu úr fæðinni. Þannig að fyrir þá sem að huga vel að þessu alla daga, þeir eru bara í mjög góðum málum og þá eru bara líka kolvetnadrykkirnir og gelin og vatnið. Það ætti að vera alveg nóg. En kannski fyrir þá sem að huga ekki alveg nægilega mikið að þessu, ekki búin að undirbúa sér nóg og svona, þú veist, þá getur þetta alveg hjálpa til, en svo fer þetta líka aftur eftir hversu mikið svitnum við, hversu heitt verður í veðri, þú veist, og allt þetta, þú veist, eftir því sem heitara, eftir því sem við hlaupum hraðar og svitnum meira, þá þurfum við bara meira þess að halda út og þá losum við meira út úr kerfin okkar. Þannig að þetta skiptir líka máli. En ef að ég kannski ekki búin að vera duglega að þú veist, fá þetta úr fæðinu eða eitthvað, ég að fara að taka eitt bréf á hverju degi eða eitthvað áður eða bara... Ég myndi segja að byrja frekar dögunum áður að næra þið vel. Já. Svo kemur þetta. Og það bara saman þetta, svo alla fæðubót eru skrautfjaðrir. Já. Fæðubót það sem að þessir drykkir, steinun og saltdrykkir eru fæðubót og þetta viðbót við venjulega fæðu. Já. Öll fæðubót eitthvað sem að að fara að gefa okkur einhverja fjaðrir til að skreita okkur með þegar grunnurinn sterkur og góður. Ok. Kannski skrítin spurning, en hérna, ég þarf mikið að pissa því ég að hlaupa. Get ég eitthvað næringarlega séð? Sko, já, það ýmislegt hægt að gera. Reynum að vökva okkur vel dagana fram að keppni og svo hægjum við aðeins á inntökunni svona 3 tímum áður en við leggjum að stað. Þá gott að hægja á drykkjarinntöku, ekki stoppa alveg, en hægja á henni. Og þetta bara mjög þekkt að fólk þarf að fara á klósti rétt fyrir hlaup út af það búið að vera keirisvöku, út af það heldur kannski það fær eitthvað svona panikk og bara shit, vatnið, það lítur að bjarga mér, skilur, eða steinun og söltin eða orkudrykkur, skilur, orkudrykkir eru rosalega vastlósandi. Koffín rosalega vastlósandi, en koffín líka þekkt fæðubót til að vera afkast aukandi, þannig að þetta er svolítið svona, þetta fín lína sem við erum að dansa á, þannig að eins og Collab eða Nocco eða Monster, allir þessi drykkir, þetta eru vastlósandi drykkir og við verðum bara að passa upp á það ef við keyrum í okkur eitt slíkan korter fyrir hlaup, þá bara mjög líklegt að við verðum í spreng eftir smá tíma, sko. Þannig að ef við viljum taka koffínið inn, þá kannski spurning að taka það inn á formi tyggi, þú veist, það að fá koffíntyggjó eða koffíntöflur. Annað sem við kannski þurfum að koma inn á með gelina, það hægt að fá gel með koffín í og ef við erum ný í bransanum og þið ætlaði að fara bara á morgun og kaupa ykkur gel, skoðið þetta. Hægt að fá gel með koffíni og gel án koffíns. Sko, ef við þolum koffíngelin, þá eru þau mjög fín, en við þurfum að æfa það. Það getur verið tvennt ólíkt fyrir þá sem eru viðkvæmir í maga að taka gel með koffíni ekki. Þannig að ég segi prófiði bara að kaupa bæði með og án koffíns og ef þið þoli koffíngelin þá eru þau mjög fín og geta að gefa okkur svona auka spark, en þá þurfum við aftur líka að huga því ef ég ætla að taka koffíngel þá kannski ekki að keyra í mig heldur líka orkudrykk rétt fyrir, þá kannski komin svolítið mikið magn af koffíni. Þannig að við þurfum bara að passa på þetta og eins og þú kannski heyrir að það mörg að huga og það kannski ekki eitt sem að virkar fyrir alla og það rosa gott að ef manni langar að líða vel hlaupum að svona fá smá ráðleggingar og sérstaklega kannski fyrir þá sem að
hafa átt erfitt með að finna sína rútínu í kringum þjálfun. Og fyrst að þetta líka vel við, þú ert samt líka að veita svona ráðleggingar, þú ert ekki bara með ungt íþróttafólk, þú ert með bara fólk á öllum aldri, eða ekki? Jú, ég vinn með fólk á öllum aldri og bara þetta partur af minni vinnu og hef ótrúlega gaman að hjálpa fólki einhvern veginn líka bara með þessa mótiveringu og annað að líka setja sér markmið annað. Kannski kom inn á það að ég kláraði diplómanám í HR íþróttasálfræði, þannig að ég má kalla mig íþróttasálfræði ráðgjafa og það er einmitt partur af vinnunni að hjá íþróttasálfræði ráðgjafum, það eru ekki stigin í klíníska vanda, því öll vísa áfram á klíníska sálfræðinga, en að stigin í markmiðasetningu og mótiveringu og annað er eitthvað sem að ég tvinna líka svolítið kannski núna eftir að hafa útskrifast úr þessu við mína svona næringarráðleggingar og mína næringarráðgjöf sem að mér þykir svona ótrúlega gaman að fá að stíga inn í þetta og þetta er líka eitthvað sem maður hefur í bakpokunum eftir öll þau ár sem að ég hef fengið að njóta þeirra forréttinda að vera afreks íþróttakona. Að svona í samhliða minni menntun sem næringarfræðingur út af því að líka matar er rosalega oft þarf fólk bara svona mótiveringu, þarf bara svona markmiðasetningu, það þarf ykkur þú veist, þetta er ekki bara að skrifa ykkur ráðleggingar niður á blað og gerði þetta og gerði þetta svona, heldur er þetta líka bara smá stuðningur og vera bara svolítið svona til staðar fyrir skjólstæðingarna sína og eftir að ég svona uppgötaði þetta bara með mína reynslu, minni vinnu að ég finn hvað þetta gefur líka skjólstæðingu mikið að líka stundum aðeins stíga inn á bara mótiveringu og svona hjálpa fólki með það. Púsla svo allir saman. Já, þetta er náttúrulega bara miklu meir en bara næringar, ráðleggingar, þetta er líka bara hluta því að líða vel og að manni líði vel, þá er maður miklu líklega til að velja fæði sem að henda manni hverju sinni. Já, en hver getur fólk nálgast þig? Það er bara aðalega gegnum, ég vinn náttúrulega hjá Heil, heilsumiðstöð og inn á Heil eru upplýsingar hægt að bóka þar ráðgjöf. Skal setja undir í lýsinguna á þættinum. Já, annars bara teki á móti, þú veist, Instagram Elsa Viðars, e-mail elsaviðars91@gmail, bara, svo má bara hringja mig sko. Ég tek á öllum fagnandi og bara brenn svo ótrúlega mikið fyrir það að hjálpa ekki bara íþróttafólki sem ég finnst ótrúlega skemmtilegt en líka bara öllum sem að vilja bara einhvern veginn ná takti í því að nálgast heilsu á heilbrigðan hátt. Ég er komin með ógæði að sjá einhverju töfralausnir sem að virkar kannski vel í einhverju nokkra vikur en svo springa allar á limminu út af að kassin, reglurnar og búðin og bönnin eru svo ótrúlega mikil að allir gefast upp eftir korter sko. Já, þetta snýst náttúrulega svolítið mikið rútínu náttúrulega og það allt. Ekki spurning og finna sína hillu. Við erum öll bara svo ótrúlega ólík að dagarnar okkar eru ólíkir, þú veist, það er einhverju sem að vinna vaktavinnur, aðri vinna 8 til 4 vinnu með heitan mat í mötuneyti alla daga, þú veist, það er ekki hægt að segja eitt gengur yfir alla. Nei. Þannig að við þurfum að sníða stakkin eftir hverjum einum og það er það sem að mér er skemmtilegt, að fá nýjan skjólstæðing í stólinn sem að maður þarf að vinna í lausnum, þetta er bara game day alla daga hjá mér að hjálpa fólki og vera svolítið svona snar í snúningum og finna leiðir og lausnir, forrita hratt. Er eitthvað svona sem að kemur á óvart, svona sem að flestir eru að gera oft, ég ætla að segja vitlaust en það er kannski ekki rétt orðið. Nei, já, það er bara oft hvað fólk einhvern veginn heldur að hlutins og næring og heilsa og bara það að lifa heilsusamlegu líferni heldur að þetta þurfa að vera flókið. Já. En það er oft bara einhverjum rosalega litlu hlutir sem að þarf að breyta og stundum er þetta hugarfarstengt sem að þarf að breyta til þess að bara stórkostlegur árangur á sér stað sko. En svona í lokin, út af því að við erum að tala um að undirbóka fyrir hlaup og hlaupið,
Það er náttúrulega engin að spá í eftirhlaup út af því að við erum bara svo fegin að vera búið með þetta. Já. En einhverja ráðleggingar fyrir okkur svona eftir hlaupi? Já, kannski byrjum þá bara eftir æfingar, núna Já. fram að hlaupi. Hvað ætla ég að gera eftir æfingar fram að hlaupi? Þú veist, flestir eru kannski að hlaupa allt frá 5 kílómetrum upp í bara 20 plus kílómetra í þessum æfingavikum, svo þetta hægist aðeins á því. Og annað sem má ekki gleyma, Silja, það er þegar við minkum kílómetrana vikuna fyrir hlaup, Já. ekki minka orkuintökuna. Næringuna, já. Nei, alls ekki, út af það er bara orkan sem við erum að safna upp í vöðvan okkar til þess að geta svo eitt út á hlaupadegi. Já. Og bara eitthvað orka sem við þurfum til þess að endurheimta. Og það er það sem við þurfum að huga líka í þjálfunni eftir æfingar. Rosalega góð regla er að komin kolvetnum til að fylla á tankinn, Já. fylla á glýkonginbyrðarnar, ég ætla ekki að vera of fræðileg hérna. Nei. Komin próteinum upp á það að viðhalda og gera við vöðvamassan og komin vökva. Já. Og svo verði að komin svefn, og það svefnin er rosalega stór partur endurheimt. Endurheimt snýst næringu og svefn og vökva. Það eru þessi 3 þættir. Þóttu sért bara hlaupa 5 kílómetra, þá er rosalega gott að passa upp á það sem við ætlum að setja í okkur. Og einfalt, það fyrir þetta aðeins eftir hvenær dags erum við að hlaupa. Er ég að hlaupa á morgnana? Er ég að hlaupa í kringum hádegi? Er ég að hlaupa seinnipartinn? Þannig að eða miðjandag. Ef ég er að hlaupa miðjandag, þá kannski flækist leikurinn pínu út að þá er engin stóru máltíð svona fljótlega eftir hlaup. Nei. Þannig að þá er rosalega mikilvægt að koma onni í sig einhverju brauðmáltíð með góðu próteríku áleggi, velja skýrið, grísku jógúrtina með músli, einhverjum ávöxtum. Þannig erum dettum við bara inn í svolítið bara heiðanan mat. Já. Ef ég er á hlaupum, þú veist, hleðsla, hrista sér prótein, kolvetnablöndu í vatni eða mjólk, eitthvað einfalt, eitthvað sem klukkar í kolvetnin, eitthvað sem klukkar í próteinin og gefur ykkur vökva. Okay. Það er svona þessi hlutir. Ef ég er að hlaupa seinnipartinn og ég er að klára hlaup í kringum 6, það er innan við 1 klukkutími í góða máltíð, þá erum við bara í góðum málum. Okay. Ef ég er að hlaupa snemma á mótnana, kringum 6-7, skelli ykkur ávexti fyrir hlaup, farið þessu út að hlaupa, eftir hlaupið, góðu grautur með einhverju prótein, ég meina próteinduft, skellaskýr, slettu út í grautin, sjóðagrautur upp á mjólk, nota hnetur, nota, þú veist, allt þetta. Okay. Þetta klukkar. Þetta klukkar, ekki spurning. Ef ég er að hlaupa fyrir hádegismat, þá er það bara sama svolítið og í kringum kvöldmatinn. Það er að segja, ef ég er að fá mér einhvern heitan mat í hádeginu, ef ekki, og ég er bara að fara beint heim í hádegismat, gera ykkur omelettu, setið á góða brauðsneið, eitthvað slíkt. Þannig að ekkert flókið, reynum að borða mesta mat eins og Guð skapar hérna á jörðina, skilur, notum heilkornin, notum það sem að kemur frá kúnni ef við þolum það, eggin sem að koma aftur úr dýraríkinu, kjötið, allt þetta. Þetta er matur sem við viljum velja hvað oftast. Svo þegar kemur svona game day nutrition eða þessari næringu í og við hlaup, þá erum við kannski örlítið að sveigja frá þessum heilnæma, holla, næringaríka mat og þá erum við farin í svona eitthvað sem kallast performance nutrition sem að kemur þá svolítið inn á bara gelin, kolvetnadrykkirnir, þá erum við bara svolítið farin að velja okkur mat sem gefa okkur góða orku í eins litlu voljúmi eða magni eins og mögulegt er. Og þegar við viljum ekki endilega þurfa að taka inn ótrúlega mikið magn til að fá inn kolvetni. Við viljum reyna að fá inn kolvetnin í eins litlu rúmmáli og mögulega getum og þar koma einmitt kolvetnadrykkirnir og gelin rosalega sterkt inn. En við þurfum að æfa okkur í þessu. Ekki spurning, æfa okkur í þessu. Það er ekki seint að byrja núna. Nei.
bara fara, prófa sig áfram og þótt að virki kannski ekki í fyrsta skipti, prófiði einu sinni enn og jafnvel enn einu sinni, en kannski á 5. hlaupi ef það virkar ekki, þá allt í lagi að fara prófa eitthvað annan kolvetnagjafa. Ef að það virkar ekki, þá mæli ég svolítið með að líti í kringu sig bara, ok, hvernig rútína minn dag fyrir degi? Ég að borða reglulega yfir daginn? Ég að borða 2 tíma fyrir hlaup og hægi svo hans á inntökunni? Og allt þetta, hvernig rútínan minn í kringum hlaupið sjálft. Aftur af vökvanum, pössum bara næra og drekka vel dagana fram að hlaupi, hægja svo aðeins á eins og vökva inntöku rétt fyrir, ekki sleppa því alveg, drekka svona litla sopa hér og þar af brúsanum 2 tíma fyrir, og svo þarf maður líka bara svolítið að treysta ferlinu. Ef þeir eru vel undirbúin, þá svona oftar en ekki líður manni vel. En svo líka annað sem getur haft áhrif á meltingu, og það líka stress og streita. Ef við erum alveg óbáslega stressuð og í mikilli streitu rétt fram að hlaupi, þá líka bara dílum við verð við næringuna. Miklu verð, vinnum við miklu verð úr næringunni, og það getur líka skapa vandamál. Þannig að líka bara hafa það í huga að það getur alveg verið að valda okkur maga óþægindum. Þannig að reyna að koma huganum á okkur góðan stað og reyna að vera vel undirbúin, það minnkar auðvitað stress og streitu. Hvað gerum við ef við erum illa undirbúin undir próf í skóla? Ég man það ekki. Nei, þú varst örugglega smá stressuð fyrir prófinu út af að þú vissir það og varst kannski ekki búin að undirbúa og svona. Já, maður grípur í bækurnar á síðustu stundu og svona. Þannig að ef við erum illa undirbúin, þá oft svona reynum við í ykkur panikki að grípa í bækurnar, en það skilur okkur oft litlum árangri. En fyrir næsta próf þá gott að læra reynslunni og vera þá betur undirbúin með því að læra betur undir prófið. Og það bara svolítið sömu svona þumalputta reglur í þessu, að undirbúa sig, fá hjálp við það ef maður á algjörnum villigötum, og reyna svo að bara gera eins vel og maður mögulega getur, ekki spurning. Einhver loka orð? Ég segi bara, byrjum núna og byrjum á því að líta á okkar daglu næringarvenjur. Erum við að borða nóg, svo kemur þessi performance næring, alveg rétt fyrir hlaup og æfingar, 2 tíma fyrir, þá byrjum við svona aðeins að huga því, ok, ég ætla að borða 2 tíma fyrir, eitthvað kolvetnaríkt, minnka trefjar, minnka fitu, keyra upp kolvetnin, hvað ég að gera svo hálftíma fyrir, ef ég að fara að vera á fótum 60 til 90 mínútur pluss, þá ágætt að taka inn kolvetnadrykki eða gel, fyrir þá sem eru kannski 90 mínútur, eins og ég tala þess að 3 tíma pluss á löpum, að þá þurfum við að vera virkilega með gott plan, og ég myndi alltaf ráðleggja að vera að klukka 60 grömm af kolvetnum að minnstakosti á klukkutíma. Já, fyrir aðra að vera kannski í 30 grömmum, eitthvað svoleiðis, og þessi gel eru flest svona 20-25 grömm, eitthvað svoleiðis. Vatn með gelunum, það mjög mikilvægt. Það mjög mikilvægt að muna því, og svo bara reyna að fara í nýta með jákvæðu hugafari fyrir þá sem að eru með markmið, bara að keyra á þau og ekki vera hrædd við að mistakast, og fyrir því ykkur sem eru ekki með markmið að fara inn í hlaupið og reyna að láta ykkur líða vel og njóta dagsins. Yes, ma'am. Herri, við hvetjum ykkur til þess að skrá ykkur í Reykjavík maraþonið. Þið getið alltaf nálgast Elísu, tæknin náttúrulega bróðin þannig að það auðvelt að finna alla alltaf, en ég vona sannarlega að þið sé að hlaupa fyrir eitthvað gott málefni, þar sem að oft eru þetta bara eina tekilind ýmsu félaga sem að við vonandi oft þurfum ekki að nota, en bara gangi ykkur vel. Takk Elísa fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér. Og þessi þáttur í boði IBR og Íslandsbanka. Takk fyrir að hlusta og gangiði vel að elta þín markmið. Gleðin
með Silju Úlfars.